Næst skoðum við Laplace-færslu þegar við höfum f af t jafnt og e í veldinu ykkur tíðni omega sem er tíðni. Það er beint af augum. Við prófum bara Laplace af e í veldinu omega t í s. Það er að setja inn í þessa formúlu e í veldinu mínus st og svo fallið sem er gefið, það er e í veldinu omega t, e í veldinu omega t. Heildamenn til tímans. Tíminn byrjar í 0 og líður svo áfram. Og nú notum við bara veldareglur og fáum t byrjar í 0 og fáum e í veldinu mínus st pluss omega t dt og einföldum þetta og fáum e í veldinu omega fyrst mínus s t dt. Nú sjáum við hvaða skilyrði við þurfum að setja á omega og s. Ef omega er stærri en s, þá getum við ekki heildað út í óendanleikann. Vegna þess að þá höfum við veldisvísifall sem x, e veldinu jákvæða fasti því að t er stærri en 0. Þannig það gengur ekki. Ef að omega er jafnt og s, þá er þetta bara 1. Þetta er þá 0, v mínus omega er 0. Og þá fáum við aftur, ef þetta er nú tímaásinn, bara falli hæðin 1. Við vorum að tala að þá voru heildið eins og flatamálið, heildum yfir allan tímaásinn og þetta flatamálið undir þessum ferli hérna í hæðinni 1, þannig það gengur ekki. Þannig eina sem gengur upp er að omega sé minna en s. Eða sem er alveg sama að segja að s verður að vera hægra megin við omega. Svoleiðis að það er skilyrði sem við verðum að nota. Þá fæst að, nú er þetta bara þægileg heildun. Þetta er e í veldinu omega mínus s yfir, og svo tíminn hérna, yfir fastanum omega mínus s frá 0 og upp í óendanlegt. Og nú leiðum okkur þetta táknmál þó það sé kannski ekki fallegt. Ég setjum Liemens. Stóra t stefnir á pluss óendanlegt. Við skulum gera þetta svona. Og skrifa þá frekar bara aftur upp omega mínus s tími yfir omega mínus s heildum fyrst upp í eitthvað stórt t og 0 hérna. Þess að tíminn er 0 og tíminn er stóra t og þá fáum við e í veldinu omega mínus s stóra t yfir omega mínus s mínus e í veldinu omega mínus s sem er 0 yfir omega mínus s og svo setjum við Liemens hér, t stefnir á pluss óendanlegt af öllu og fáum þá við sögðum að s-ið er að tölugildi stærra heldur en omega þannig að þetta er deilitala og þegar
tíminn óendanlegt þá hverfur þetta verður 0. Hér höfum við 0, í 0 gefur 1, þannig að þessi liður allur hér verður 1. Þannig hér höfum við bara mínus 1 yfir omega mínus s. Við tekið s út fyrir hérna þennan þátt og þá fáum við mínus mínus. Þannig að þetta verður bara 1 yfir s mínus omega. Komið. Og prófa að setja tölur. Hvað er, ef að f af t er, í veldinu 3t. Nú vil ég eiga þessa formúlu, þannig að Laplace færslan af í veldinu 3t í breytunni s verður 1 á móti s mínus 3. Og hvernig lítur þetta út þegar við erum komið með s sem ás? Að þegar s stefnir á 3 frá hægri, þá fáum við pól, eða sem sagt lóðfellu, það er kallað pól núna. Svona eitthvað venja. Hérna er s-ið akkurat 3. Og þetta hérna liggur fyrir ofan og við fáum þá breiðbogafallið hér hægra megin við. Nú, hvað ef fallið er veldinu í t? Það er að segja kosinus af t pluss sinnum sinus af t. Við notum okkur þetta samband til þess að finna út Laplace af kosinus og sinus á raungildu föllum. Það getum við nota það sem við höfðum áðan, að Laplace af veldinu í t nú er bara fasti og hann er í hlutverki omega, þannig við fáum 1 á móti s mínus i. Og við þurfum að skrifa þetta sem raunhluta og þverhluta. Við höfum hér tvintölu, hún er alltaf þessu formi, svona. Hér er raunhlutin, hér er þverhlutin. Þannig við þurfum að sjá hvað þetta er. Þá er staðlað að lengja með samokatölunni s mínus i samoka, s mínus i samoka. S er rauntala. Og þá fáum við s mínus i sinnum s plus i og upp á striki s plus i. Fyrir neðan þá fáum við ferning s mínus i eða lengdin í öðru veldi ef við lítum á þannig. Það er að sé s í öðru mínus i í öðru og upp á striki s plus i. Og þarna fyrir neðan stendur bara 1 plus s í öðru. Og upp á strikinu höfum við þá s plus i og þá sjáum við hvernig við höfum að skipta heildinu og við fáum þá s á móti 1 plus s í öðru og svo hér plus i sinnum 1 á móti 1 plus s í öðru. Það er reyndar venja að skrifa þetta svona, s á móti s í öðru plus 1, plus i sinnum 1 á móti s í öðru plus 1 og þetta er ásinn sem stóð við i. En þetta verður að vera það sama og að taka Laplace af kosinus af t og i sinnum sinus af t. Og nota liðunareiginleika heildisins. Þannig að þetta hérna, fyrir hlutin, er Laplace af kosinus af t og það sem stendur hérna við i er Laplace af sinus af t. Og með nákvæmlega eins reikningum, ef við hefðum haft omega hérna, omega i,
þá erum við kosinus omega t, omega kemur þá í sínusi líka. Þá fáum við þessa þægilegu reglu að Laplace af e-veldinu í omega t verður á nákvæmlega sama hátt. Nú er fastinn í omega 1 á móti s mínus í omega. Nú er ég bara að lengja með s plus í omega, s plus í omega og þetta gefur s og hérna fáum við þá s í öðru plus omega í öðru plus í omega, s í öðru plus omega í öðru. Þannig að hér sjáum við reglurna fyrir Laplace af kosinus af omega t. Stundum setjum við sviga hér til þess að skerpa á þessu. Og hérna höfum við í sinnum Laplace af sin omega t af s. Sleppa bara s-inu núna. Það komist sæmilega fyrir. En skulum við sækja okkur reglur. Við höfum, þetta er ágætisform, fall af s. Þetta er sem sagt e í veldinu mínus st sinnum eitthvað fall ft dt. Hvað fæst ef við deildum stóra f með tilliti til s? Og við spyrjum bara, hvað er f merkt af s? Og hér er bara ein breyta sem kemur til greina, þar að segja hvað er d, ds af f. Við bara prófum. Við byrjum þá hér á vinstri hlið og fáum f merkt í s er d, ds f af s. Hvað er f af s? Það er allt þetta heildi hér. Frá 0 upp í plus óendanlegt. E í veldinu mínus st, f af t, dt. Og það sem að heildið er það sem kallað er samleitið, það hefur alveg ákveðið gildi. Þá megum við heilda inn fyrirgefið, deilda inn fyrir n. Allt í lagi með það. Hér sjáum við samt tvær breytur, það er tími og það er tíðni. Og þegar tvennt er að ræða, til þess að vera vissum að segja rétt frá, þá tökum við bara fram að við eigum alveg örugglega við að við ætlum að deilda með til s og t er eins og kemur fram hérna, ekki til umræðu. Þannig að við deildum undir heildinu, fallið e í veldinu mínus s t og f af t dt. Nú er t fasti frá sjónarhóli s-ins, þannig að við þurfum ekki að neina áhyggjur af þessu. Og nú fáum við, þegar við deildum eða tökum hlutafliðið séu við kannski frekar af e veldinu mínus st, þá er t fast frá sjónarhóli s-ins, þannig að við fáum hvað? Við fáum mínus t sinnum e í veldinu mínus st og svo f af t dt. Og við getum tekið minnst að kosti mínusinn út fyrir heildi og svo röðum við þessu upp eins og við viljum hafa það. Hér sjáum við kjarnan og hér setjum við t f af t. Þannig við höfum hér t sinnum f af t dt. En þetta er þá mínus Laplace af fallinu t f af t. Á hverju byrjuðum við? Við byrjuðum með þetta hér, f merkt
í breytunni S og endum við eitthvað svona. Þetta gefur okkur þá þægilega reglu að ef við þekkjum Laplace af f af t þá þekkjum við rauninni þessa hérna líka. Þá Laplace af t sinnum f af t það mínus afleiðan af f af s. Hvernig getum við notað þetta? Tökum bara dæmi. Við vitum að Laplace af sin omega t tekið s, það varð omega af s í öðru pluss omega í öðru. Og ef við viljum vita hvað Laplace af t sinnum sinus af omega t þá getum við notað þessa hérna reglu. Það að segja, við tökum afleiðu, bara venjulega afleiðu með tildelega s hér og setjum mínusinn á. Lesa þetta mínus gds af omega s í öðru pluss omega í öðru og við bara deildum með brotareglu eða hlutfallsreglu. Afleiðan af omega með tildelega s 0 og nefnarinn óbreyttur s í öðru pluss omega í öðru mínus í formúlu og omega þess að fallið teljar óbreytt og svo afleiða af því sem nefnara bara 2s deilt með nefnaranum í öðru veldi. Svona. Hvað fáum við þá? Þá fáum við hér mínus, þannig að við fáum bara 2 omega s á móti s í öðru pluss omega í öðru, allt í öðru. Í kennslubókinni þá setti ég inn á sínum tíma allstaðar a, þar sem að omega notað, en ég hef breytt því svona núna vegna þess að þetta algengara að skrifa omega því það minnir meira á tíðni heldur en bara talan a. Þannig þetta verður að vera formúlan. Þannig að ef við höfum dæmi, bara ítarlegra, segjum hvað Laplace af t sinnum sinus af, ekki nota bara 3t af s. Það sennilega, hér þristurinn, omega, og við getum bara að skrifa svarið beint. 2 sinnum 3 sinnum s á móti s í öðru pluss 3 í öðru, allt í öðru, eða 6s yfir s í öðru pluss 9 í öðru veldi. Og þetta formúla númer 17 í töflunni. Notið þetta.